Ég fór í svakalega stóran rússíbana helgina og mér varð brátt í brók. Þú fóst í svakalega tæklingu áður en þú skoraði markið. Hann hefur aldrei farið í rússíbana og honum skít samum fótbolta. Þessar 3 málsgreinar byrja allar á persónufornafni og það hefur mikil áhrif á það sem kemur á eftir, enda breytir það til dæmis sjónarhorni frásagnarinnar og tilfinningin okkar fyrir því sem sagt breytist. En hvað eru persónuformin? Málsgreinarnar sem ég fór með hér á undan eru allar í sittkorri persónunni. Í þeirri fyrstu frásögnin í fyrstu persónu, í málsgrein 2 frásögnin í annarri persónu og í þeirri þriðju frásögnin í þriðju persónu. Þegar þú segir sögur, þá hefur hingað til ákveðið í hvaða persónu frásögninni og kannski án þess að pæla neitt sérstaklega mikið í því. Persónufornöfnin sem þú notar ráða miklu í hvaða persónu frásögninni og við tölum að þau séu hvert í sinni persónu. Þannig tölum við fyrstu persónu fornafnið ég, sem beygist ég mig frá mér til mín og í fleirtölu við okkur frá okkur til okkar. Já, í fyrstu persónu þá lítum við svona inn á við og við notum hana þegar við erum að deila okkar eigin reynslu. Við tölum annarar persónu fornafnið þú, sem beygist þú þig frá þér til þín og í fleirtölu þið ykkur frá ykkur til ykkar. Þarna erum við svolítið eins og að benda með orðum og frásögnin og það sem sagt beinist að þeim sem við erum að benda á. Í þriðju persónu höfum við svo 3 fornöfn. 1 fyrir hvert af málfræðilegu kynjunum. Hún í kvenkyni sem beygist hún hana frá henni til hennar og í fleirtölu þær frá þeim til þeirra. Hann í karlkyni sem beygist hann hann frá honum til hans og í fleirtölu þeir þá frá þeim til þeirra. Og það í hvorugkyni sem beygist það það frá því til þess og í fleirtölu þau frá þeim til þeirra. Í þriðju persónu þá stöndum við svolítið fyrir utan það sem að gerast og lýsum því sem fyrir augu ber. Þannig verður frásögn líka í þriðju persónu þegar við byrjum hana á öðrum fallorðum. Hestarnir voru slakir og bitu gras í róliheitunum. Þegar við setjum persónufornafn í staðinn fyrir fallorðið, sjáum við að við verðum þá að nota þriðju persónufornafnið. Já, nú veistu hver persónufornafnin og hvaða áhrif þau hafa á það sem við segjum og skrifum.